Við erum bara komin í gírinn hérna. Já. Þetta byrja bara svoleiðis, maður á ekkert að vera að nota, mér finnst að við eigum ekkert að vera með hana byrjunin neitt endir, því þetta Nei. er bara sagan endalaus og þetta líf. Þetta er þannig, sko. Já. Og við höfum alltaf að vera öðru okkur og við höfum alltaf að vera að, þú veist. Eins og varst að segja áður við byrjuðum hérna, þá varst að segja að vera spenntur, að þú væri kannski stressaður og þú varst að tala tengdamömmu og blóðþrýstingsmælir, hún er með blóðþrýstingsmælirinn og ég var nú að kaupa mér blóðþrýstingsmælir, en ég er ekki búin að taka hann upp. Ertu ekki búin að taka hann upp? Nei, það er eins og ég kaupi alveg rosalega mikið sem ég bara ger ekkert með. Þú veist, en það virkar nákvæmlega. þá. Og ég var hjá heimilislækninum í dag, ekkert út af neinu sérstöku, bara maður verður að hitta hann öðru hverju. Já, sjá hvað hann hefur það. Já, ég elska, maður verður það þykja vænt þetta fólk. Já. Og ég var með bara eins og ég vil hafa, blóðþrýsting eins og í lampi, samt er ég með svona örtýpa, eins og mér finnst ég svona... Ég er svona bara... Alltaf. Já, ég tengi svo vel við þig. Já, ég er alltaf... Já. Þú veist, en þetta er stundum vegna, ég fer svona hátt upp, sko, og þá þarf maður að passa sig, sko, vegna þess að þú mátt ekki vera þar á lengi, þú þarft að ná að slaka líka á milli. Sko. Já, en þá riður maður fjöllunum og vegi, það ekki? Það er það sem riður. Þið er í gegnum fjöll og fyrnindi. Það er það sem riður fjöllunum niður. Já, þegar maður bara, og svo slaka niður og sofa. Trúin flytur fjöll, sko. Já. Með dassafs hinu líka, sko, þá, þú veist, en þú þarft nefnilega að slaka þig niður líka, sko. Já. Og það er ég búin að læra svona, aðeins eftir ég elst, sko. Þá hef ég svona, þó ég sé ekki gamall. En þú veist svo bara eitt krakki minni, ég var hugsað bara... En maður lærir á sjálfan sig, sko. Já. Skilur, þetta var alltaf þannig að maður bara gett haldið endalaust áfram og þú veist, svo bara krassar og þú veist, einhvern veginn, skilur, eða ekki kannski krassar, en svona, þú veist, þú ferð að skynja að, þú veist, heyrðu, ég verð að slaka, sko, áður en að ég verð veikur í einhverja daga og svona, þú veist, þá lærir á þig, sko. Já, að jartengja þig. Já, ég fer í svett með tolla. Góður, allir í svetti. Með tolla. Hann er svo góður. Við fórum saman í svett og það hjálpa mér. Mér finnst það geggjað. Já, ég hef ekki komist núna svolítið lengi í þetta. Nei, en ég meina... Sigga, ætla ekki að taka kynningu? Við erum byrjað. Ég nenni ekki að taka kynningu. Elsku X-Men, ég nenni því bara ekki. Af því að mér finnst bara ágætt að kynna ekki neitt af því að þetta er náttúrulega, sko, hann Ásmundur Einar Daðason. Ég vissi bara að það væri barnamálar þegar ég var að komast að því áðan og væri félags, en það er náttúrulega... Mér finnst það líka tengjast. Já, það gerir það. En við bara látum blikka hver þú ert hérna, og svona, ertu mikið í símanum, Ásmundur minn? Nei, nú er ég búin að slökka hljóðinu og nú erum við góð. Ég er bara að spara hvort að ég var að loka það opið, þú bara stýrir því, það skiptir engu fyrir mig, sko. Svo leifum við þetta bara líka þegar hann lappað framhjá, lokar gluggunum, af því að þetta á að vera bara svona easy going. Já. Og hérna, já, en svo ég nefnilega þessi að veður einu í annað. Eins og ég. Já, og þegar þú varst að segja trúin flytur fjöll, að þá einsinni fór mamma mín í heilun og við vorum að keyra með Sigrúnu dóttur minni og við vorum að keyra og hún sagði, djöfisins, vitlýsingar, finn ekki neitt minn, svona. Þá sagði Sigrún minn, en amma, trúin flytur fjöll. Og þá keyrði risar flutningabíll framhjá. Leið sem stendur á trúin flytur fjöll. Í alvörunni? Já, það er svona slókan og svo stendur neðst, en við flytjum allt annað. Og við erum nefnilega öll, segi ég, spámenn og fáum, það er boð til hugans, bara hugboð. Og já. Það gerist mjög ofta, ég hringi í mömmu og þá segir hún, ég var akkurat að hugsa að ég ætti að hringi þig. Já. Er þetta ekki, þú veist, það er eitthvað. Það er bara þetta, það er bara boð. Já. Og til hugans, akkurat þegar þú hringir og manneskja var að hugsa þig, en þetta er hefur stærri merkingu. Já, það er eitthvað þarna. Já, það er náttúrulega, þetta er svakalega skemmtilegt. Já. Og bara gaman að kljást við hlutina, við verðum að hafa gott dagsverk til að líða vel og eins og vorst að tala í þessu ástandi sem er búið að vera, að finna nýjar leiðir. Það er þannig. Að því að ef það virkar ekki þín leið, þá voru að finna aðra, finnst mér. Og það er misjafnt hvað virkar. Já. Og misjafnt getur verið fyrir hvern og einn hverju sinni, sko. Það sé maður líka, sko. Og það finnst mér vera það er maður lært líka. Já, að því að bara aðlaga þess að hlutunum og þegar það kemur eitthvað svona, einhver vitleysa yfir, þá oft breytist hluturinn til þess betra, að því þá sérðu aðra möguleika, að því þú verður að gera það. Já. Og þetta er manns gæfa. Já, það er þannig. Að hafa smá ógæfu. Það er þannig. Erum við byrjuð það?
það skiptir engu máli. Það er þannig bara, Við bara byrjum ekkert, já, við erum Við löngu erum bara að byrjuð. spjalla. Já. Já. Þetta er svona eins og kaffibrúsakallarnir, við erum bara að ræða Bara þægilegt. Já, lífið þá að vera svoleiðis finnst mér. En ég vissi nú ekki, svona ekki neitt, mér finnst þú svo einlægur að því ég var að skoða þarna grein sem þú talar lífið þitt í heild. Já. Og ég var ekkert ég grúska ekkert fólk sem er að koma í þetta, ég bara nenni því ekki. Nei. Og ég vil ekkert opna eitthvað svoleiðis, sérstaklega, ég er ekkert fyrir það. Veistu, ég fór að gráta bara. Ok. Að því að, sem sagt, ég bara elska hvað þú ert einlægur, Guð minn góður. Og einlægni á að koma manni langt, að því við skiljum hana, við skiljum það og ég bara hvet alla til að lesa. Þetta var ekki í Morgunblaðinu þessi grein. Það er í Morgunblaðinu, jú. Já. En það er líka bara það voru margir búin að vera að spá í akkur ég hefði verið að taka þessi barnamál fyrir, sko. Já. Og það var í rauninni þetta sem dró mig í það. Það er alveg þannig að það í rauninni skilur og svo varu einhverju búin að vera að segja og hún, sérstaklega þessi blaðakona var búin að segja, heyrðu, það er eitthvað þarna, ertu til í að, og ég segi, nei, ég vil ekki koma í viðtal fyrir en ég er viss að við erum að ná svona stórum skrefum í þessum málum. Því annars munu allir segja, heyrðu, já það er nú ekki nú að vona hann sé að reyna að gera þetta alltaf því að, þú veist, hann bara er að elta eitthvað í sinni fortíð, sko. Og svo var það líka bara, þú veist, ég var líka bara einhvern veginn að læra á sjálfa mig þarna, sko. Ég hefði ekki, fyrir upp af þessu kjörtímabils hefði ég aldrei farið í svona viðtal, sko. Ég hefði bara aldrei talað svona opinskátt og þú veist, það var bara, þetta er líka, þannig ég er búin að vera svona þroskast sem einstaklingur og margt af því sem ég var með í þessu viðtali var eitthvað sem ég hafði aldrei talað með mömmu mína, sko, skilur, þannig við þurftum að gera það og ég gerði það fyrir viðtalið og skilur og það var líka gefandi, sko, þannig að ég er eiginlega svona búin að vera að nota þetta svolítið til þess að svona finna mig sjálfan, sko, og þess vegna já, þú veist. Ég vona að þú finnir þig ekki alveg. Nei, að því að maður er alltaf að leita sjálfum sér og fyrir kannski til Indlands og svona stendur upp á fjalli og segir ekki neitt til þess að leita sjálfum sér. Maður er alltaf á þeim stað sem maður er. En þegar, að því við erum ein heild og þú ert að hjálpa svo mörgum með þessari söguðinni að við erum öll með ýmislegt á bakinu. Og við erum þannig blöð, sko. Allir. Já, og við höldum ofta að það sé engin annar með neitt á bakinu, sko. Já. Það er nefnilega mistökin sem samfélagi gerir, sko. Það er rétt. Að því við erum alls konar, sko. Þú veist, og það er yfirleitt allt í öllum fjölskyldum, sko. Sem betur fer sem alls konar. betur fer, sko. Það er betur fer, þetta væri nú leiðilegt ef það væri ekki. Já, drottinn minn. Já, drottinn minn, almáttugur. Það væri bara, ef við værum öll. Og það er svolítið sem við höfum líka verið að, þú veist, ég veit ekki, við höfum líka verið svolítið einhvern veginn að mér finnst við aðeins vera að losna sem samfélag þetta, við þurfum ekkert öll að vera eins og við þurfum ekkert, skilur við þurfum ekkert, við erum alls konar og það er það er bara styrkleiki, sko. Já. Það er og við höfum að leyfa öllum að vera alls konar og við höfum að hjálpa þeim að vera alls konar. Mér finnst það svo frábær setning það því við erum svo fordómafull. Við erum það nefnilega og það er svo stutt í hann og hjá manni sjálfum, skilur þetta það er svo auðvelt að fara á hann stað, sko. Það einhvern veginn og það nei, ég held að og það er eins og með bara, þú veist, þetta er það er bara alls konar í öllum fjölskyldum og það er og það er ekkert til þess að skilur, það er ekkert til þess að vera hræddur við að tala sko. Nei. Og mér þótti ótrúlega merkilegt að sjá þegar ég fór í þetta viðtal og var búin að hugsa mikið og var náttúrulega svolítið svona spennufall og svona en þá fekk maður bara skilaboð héðan og þaðan og tölvupósta, SMS og þú veist, og bæði frá þjóðþekktu fólki, líka bara frá fólki bara skilur sem sendir manni bara eitthvað og þá fer maður að skynja, heyrðu, þetta bara, þú veist, það eru bara, þú veist, og þá, og skilaboð, heyrðu, þetta fekk mig til þess að fara og leita mér hjálpar og þú veist, og það er það sem að, það er það sem við eigum að gera, við eigum bara að þora, þú veist, tala um hlutina og þora. Það lifir að þora, segi ég. Já, það er það svolítið, sko. Og þora líka bara, þú veist, að viðurkenna að ég meina lífið er ekkit alltaf gott og þú veist, og það er þannig hjá okkur öllum, sko. Já. Þú átt örugglega þína vondu daga og skilur þú veist, þar sem að þú ert ekki í fína kjólnum og leggst bara undir sæng og þú veist, ég er alveg nákvæmlega eins, sko. Já, ég á bara fín föt, en
þú veist, ég meina við erum bara, skilur Þetta jogging, sko. Já, þetta jogging. Fólk heldur, sko, þetta fínsika, en Það þetta gott svona í bara þessu. útfærsla á jogging. Mér finnst þetta geggjað. Já, mér finnst bara gaman. Já, En þú veist, maður fer til helvítis til að spyrna sig við, til að fara upp aftur og mér myndi ekki finnast það gaman að vera alltaf í stuði og alltaf hlæja. Það pirrandi líka. það pirrandi líka. Svoleiðis fólk. Já, Alltaf, af því það það ekki. já, ég bara, þú veist, ég á alveg mína daga þar sem maður bara leggst á hina hliðina og, Já, þú veist, tekur bara Netflix og eitthvað. já. Það þá aftengjur í hugaðinn, Það segi ég. þannig, sko. Af því þá hættir að hugsa og Já. bara ert að Þetta ég horf alltaf á morgátur. Já, nákvæmlega. Ég geti drepið hvern og einn af því Mér- ég er búin að læra þetta hvernig að fara sig. Er það einhverju svona bara þættir eða Nei, ég horfi aldrei á á þætti. myndi bara? Já. Nei, sannar sögur. Sanna svo, já, ok. Já, bara hvernig og tala við fórnarlömb og svona og ég stútir þetta því ég elska fólk og mér finnst ég bara hafa þekkt þið alla ævi Ok. og ég bara, en svo spá ég í það, hvernig í fjáranum stendur á því að fólk gerist pólitíkusar. Guð minn Það er nú- almáttugur Jesús. Þú hlýtur að vera með hugsjón, hver og einn. Já, þú veist, maður brennur alltaf fyrir að, skiluru, ég hef alltaf verið rosa mikið í svona félagsmálum og vilja láta að mig kveða allstar og það hefur alltaf verið, ég held að það hefur verið styrkleiki mín bara frá því ég var polli, sko, Já, þú veist, og hérna, og alltaf bara verið svona að sækja fram í því og ef það er eitthvað svona stuð og eitthvað þá er ég mættur, sko, en, eða, skiluru, það er bara, já, formaður nefndafélags og hitt og þetta og skiluru og hérna, og segirðu já við öllu svona, formað þetta, formað Ég hitt og gerði gjaldkerfi það, og- sko. Já, og hérna en núna hérna þú veist, þegar ég fór inn á þing þá var ég að berjast fyrir þá var það eiginlega vegna þess að ég vildi ekki að Ísland gengi í Evrópusambandið og var rosa harður í því já. Ertu það ennþá? Já, ég held að Ég stend með þér, Já, sko. ég held að okkar hagsmunir séu ekki best borgið utan Evrópusambandsins. Nei, Já. okkar hagsmunir séu Já. best borgið utan Evrópusambandsins. Já. En þú veist, það er enginn að velta þessu máli fyrir sér í dag. Ég held að þetta sé bara ekki, skilur það er Nei, ekkert, nei, það er nei, enginn nei. að spá í þessu, að það Ísland er ekkert að fara í eitthvað leiðangur í ESB eða neitt. Já, Þannig að hérna, en síðan einhvern veginn, þú veist, síðan hætti ég á þingi 2016 og segi, ég var ekki á þingi 2016-17. Það Já. var hérna eitt kjörtímabil sem var bara 1 ár, það sprakk stjórnin, hérna Sjálfstæðisflokkur, Já, jú, jú. Viðreisn og Björt framtíð Já, og þá var kosið aftur og ég ætlaði bara að hætta. Svo kom ég aftur inn og eiginlega svona fyrir hvatningu og hérna og fór í þetta ráðandi og þá bara fer maður svona, þú veist, mér finnst þetta bara rosalega skemmtilegt, sko. Já. Mér finnst bara mjög gaman og gefandi að vinna í þessum málum sem að lúta af viðkvæmum hópum, sko. Og mér langar til þess, þú veist, við erum búin að stíga ákveðin skref og mér langar til þess að halda áfram í því, sko. Og ég held, sko, ég held að við séum að stíga núna skref með þessum barnamálum í það að fara að hugsa fólk allt öðru, hugsa svona fólk og viðkvæma hópa allt öðruvísi heldur við gert. Og kannski er þetta bara því ég er orðinn svo samdögn að því sem ég er að gera, en þú veist, ég trúi því að við förum að sjá breytta hugsun þar sem að við förum að huga því hvernig notum við fjármagn ríkisins til þess að aðstoða fólk við að efla sig sjálft, styrkja sig sjálft, fjárfest í fólki, fjárfest í viðkvæmum hópum, aðstoða börnin okkar betur, aðstoða þá sem lenda í áföllum. Mér dreymir það að taka sérstaklega utan þennan hóp fólk sem að er að lenda í áföllum á hverju ári. Hvernig er samfélag að taka utan það? Það er ótrúlega fjölbreytt hvernig, það er ótrúlega tilviljunarkennt hvernig samfélag er að taka utan fólk sem lendir í áföllum. Við vitum alveg að margt af því fólki sem er á, þú veist, örorku og þar er fólk örorku og fólk sem leiðast út af vinnumarkað og annað og fyrir þunglindi og svona, það er það verður einhver áföll sem það byrjar á. Og þau gerast ekkert öllur út bad, sko. Þau geta gerst, ég menna, þú getur mist maka, þú getur mist bad, þú getur mist vinnuna, þú getur lent í allt í erfiðum veikindum. Það þarf ekkert, skiluru, og hvernig, og við vitum hversu mikilvægt það er fyrir samfélagið og ekki bara fyrir hann einstaklinga, heldur fjárhagslega fyrir samfélagið að hjálpa þessu fólki. Já. En við erum ekki með neitt svona samrænt það hvernig við gerum það, skilur. Nei. Þegar að einstaklingur lendir í þessu, hvernig aðstoðum við hann
til þess að draga úr líkunum eða semst að hjálpa honum að komast að ná aftur fyrri styrk sínum, skilur Já, og hugsa bara mannskepnuna, svolítið eins og batteri, sko, skilur þú veist og við hugsum okkur bara sjálf og maður þekkir þetta með sjálf og svo fyrir að læra þetta að ef að þú tæmir alltaf bara út af batteríinu að þá náttúrulega bara virkar það ekki nei, það þarf að, skilur og þegar áföll eru eitthvað sem tekur niður, sko, skilur og þú Já. þarf hjálp til þess að ná fyrri styrk og þetta finnst mér alveg ótrúlega ótrúlega spennandi viðfangsefni, sko, af því ég Já. trúi því að við getum þú ert að breyta heiminu með því að breyta bara lífinu hjá kannski einni persónu. Já, og þá fer þessi persóna og hún skapar síðan fer út á vinnumarkaðin eða skapar störf eða skilur býr til eitthvað, sko. Svona Þú veist, dominós effekt. Og þá verður til, já, og þetta, Já. þetta er enda, sko, hagfræðin er svolítið að byrja að opna augu núna því ég er búin að vera að skoða þetta alltaf og svona alþjóðastofnanir og ég heyrði á fyrirlestur og einum hagfræðingi hjá alþjóðabankanum nú nýlega þar sem hún sagði, þú veist, við þurfum að fara að hugsa hlutin alltaf öðruvísi heldur en við höfum gert. Við höfum alltaf verið að hugsa allar fjárfestingar í steypu, sementi, vegum, versmiðjum. Þú veist, við þurfum að fara að hugsa þetta í fólkinu sjálfu. Hvernig eflir fólkið? Ef að þér líður vel, þá ert þú að búa til podcast-þætti, þá Já. ert þú að spá fyrir fólki, þá ert þú að mæta á viðburði, ég hef verið það sem þú hefur verið, skilur og þar að leiðandi ert þú að skapa. En ef þér líður illa, þá ert ekki að gera neitt af þessu, Nei. skilur og þetta er svolítið, og þarna finnst mér við þurfa í rauninni bara einhverja risastóra byltingu, sko. Og mér finnst við vera Já. konar stað með hana og þess vegna langar mig mest af öllu til að vera þarna áfram, sko, í þessu ráðund og halda þessu áfram, sko. Talandi til dæmis fólk sem er náttúrulega öryrkjar og eru geðfatlaðir sem við erum öll að einhverju leyti að það er svo mikill kærleikur vinnur svo á þessu og bara að góðar tengingar og allt svona og líka að fólki gæti unnið smávegis til þess að koma sér upp án þess að vera komið í eitthvað, þú veist, hertekið út af Já, já. krónu á móti krónu en ég ætlaði nú ekki að tala um það en mér brenn líka fyrir Þú því. mátt alveg tala um það, sko. það er ekki- ég bara Þetta er þinn þáttur, ekki minn. Já, en ég bara, já, en veistu það að til dæmis sko, innan á Norðurlöndunum og í Danmörku til dæmis að þá eru þeir meira að hjálpa til dæmis eldra fólkin að vera heima hjá sér og það kemur betur út og við eyðum mjög litlum peningi í það að leyfa fólki að lifa eftir já. það er orðið Já, já. skamalt. Allt á litlum. Já, Og það er hluta þessu sem að við vorum að tala um, hvernig Já. þurftum að taka utanum og ég held að þetta sé, þú veist, við fórum í þessa vinnu í málefnum barna og náðum öllum saman og erum að búa til nýtt kerfi þar. Mér langar til þess að nota þá reynslu, bæðin í fólksinnlendri áföllum, í uppbyggingu og líka gagnvart þeim sem eru eldra fólk. Og fékk þess vegna til liðs við mig hanna, veistu hver hún er, hún Þórunn Sveinbjörnsdóttir sem var formaður Landssambands eldri borgara. já, Hún var að hætta núna síðast, hún er á framboðslistanum hjá mér í Reykjavík, hvað er hún gömul aftur? hún er 75 ára, Já, ég er að segja, takk fyrir þetta. algjör nagli, sko. Já, Algjör nagli. Já. Og hún er í þessu núna og við erum að fara að okkur langar til þess að taka þessi barnamál og segja, heyrðu, færum þau yfir á eldra fólkið, hvernig þurfum við breytingar þar, hvernig getum við fjárfest í því fólki þar, vegna þess að það er líka rándýrt fyrir samfélagið að allir að þurfa að fara á hjúkrunarheimili og annað, það er ódýrara að vinna þetta, þannig við hjálpum fólkinu að búa heima lengur heldur en lengur en í dag og það er búið að reikna þetta út, ég var að lesa um þetta. Já, alveg bara, þú veist þetta er, en það er, skilur, það sem við gerðum í þessum barnamálum var að því að það segja allir, sko, ráðherra á að koma bara og slá í borðið og vera bara, þú veist, eins og Hugo Chávez eða eitthvað, þú veist, en það sem við gerðum í barnamálum, Hver er það? hann var einræðisherra á Já, Kúbu bara? Kúbu, Nei, já. nei. Jú, já, nei, í Venezuela já, já, nálægt. já, næsti bæri við að þú veist, það sem við gerðum í barnamálunum var að við tengdum saman ólíka aðila, við fengum öll ráðaneyti, sveitafélög, frjáls félagasamtök, það var yfir 1000 mann sem kom að þessu, að hugsa þetta nýja kerfi, sko, þú veist, og nú eigum við eftir að handaflið að virkja það og innleiða það er eftir, skiljuru, en það er lykillinn, sko, af því að við erum alltaf, þú veist, einn maður breytir engu einn, sko, þú þarft alltaf að fá fleiri með þér, af því að þú veist, það er engin einn maður í fótboltaliði sem vinnur leik, sko,
Nei, það er liðið, heildin, sko. Það er heildin og það Veikasti hlekkurinn náttúrulega. Já, það er alltaf Deyfir þannig, það, já. sko, skilurðu, þú veist, og það er það sem að það er það sem að mér fannst, ég fór inn í þetta þannig í barnamálunum, heyrðu, við skulum vinna svoleiðis bara í þessu, reynum að vinna þannig við séum með alla með okkur, virkjum, tengjum alla saman, þú veist, og það er held ég, stjórnmálin finnst mér eiga að snúast meir það, sko, minna það að þú sést í ykkur svona, þú veist, bara gerum þetta bara svona og breytum þessu einni nótt, þú veist, það virkar ekki þannig. Nei. Ef þú ætlar að breyta hlutum, þá þarft að gera með svona, þú veist, leið þarft að vera framsækin og vera tilbúin til þess að breyta, en vera tilbúin til þess að segja, heyrðu, þú veist, þetta gerist svona, skilur eins og beygja olíuskip, sko, þú veist, af því þá brotnar það ekki og þá veistu að það siglir í þá átt þegar þú er búin að beygja, sko. Og þetta getur verið pirrandi, sko, vegna þess að maður hugsar oft bara, ég vil bara Af því þú ert keppnis, sko. Já, ég er alltaf keppnis, ég er alltaf að keppa, sko, alltaf. Það er svo gaman líka. Já, það er... Og ég, til dæmis, þú nú hjálpa konum aðeins að því að þú ert náttúrulega yndislega konu hana Sunnu. Er Sunna ekki orð sem er dregið að sól? Já. Og svo 3 stelpur, Guð hjálpi þér, en Ég er algjörlega, Og svo varst að þarna... Ég lendi alltaf undir í atkvæðagreiðslum. Já, ég bara auðvitað. Er atkvæðagreiðsla? Já, eða þú veist. Mér finnst það svolítið, væri svolítið, sko, það er lýðræði. Já, það er ekki, það er bara, þú veist, ég læt bara eftir þeim þess. Já. Það er bara, ég er mjög, þannig, en Sunna hún er bara mitt akkeri, sko. Hún er bara, það er bara... Ég elska fólk sem er saman og áfyllt á börnum og heldur áfram að vera saman. Þú veist, ég lít svo upp til þeirra. Af því það er hægt að slíta hlutum út af minnsta tilefni, sko. Ég er mjög hissa á því að hún hafi ekki skilið við mig nokkru sinnum, sko. Já, hún er ekki nett í, sko. Nei. Nei, án gríns, hún er þú veist, ég er náttúrulega mjög mikill þú veist, ég er rosalega mikið í burtu. Já. Og er alveg rosalega oft annars hugar. Þessu vegna er hún svo ástfangin af þér, af því að það er náttúrulega ræðilegt að hafa kallinn alltaf yfir sér. Það er ekki, þú veist, það er miklu betra að það er svo mikil ást í að hitta hann eins og þegar sjómennirnir voru, í gamla daga, ég var ekki til þá, en að það var svo mikil ást, af því það var svona fjarvera í staðin fyrir að vera, heyra kallinn alltaf hrjóta við hliðina á sér, ég veit ekki hvort þú Ég hrýt mig mikið. Er það? Já, það segir allavega hún. Já, ég segi maður að vera í sikkur herbygginu, sko, og svona, af því það er meiri ást í því, af því að hvað er að hanga alltaf í sama rúm og einhver sem að þekkti ekki eins og maður var lítill. Já, en svo, þú veist, svo ertu náttúrulega alltaf, þegar þú ert með skrýður, hann reyndar þessi yngsta, svo er hún alltaf að skríða upp í og sefur upp í og það er eins og það er, sko. En svo erum við með 8 hunda. Guð minn, hann húka sálfræðingur með það að skríða upp í, ég ætla að segja þér það, hann er nú farið blessaður, hann sagði að fólk eigi bara að stækka hjónarúmið og leyfa öllum að koma og þetta elska ég. Er það ekki? Jú. Nákvæmlega, þetta er alveg, þessi 6 ára kemur alltaf, hún er að verða, 6 ára, 5 ára að vera að byrja í skóla. Já. Þannig að hún skríður alltaf upp í, finnst best að sofna þar og vera þar. Já, þetta er náttúrulega hlýjan, þetta er í dýraríkinu og við erum dýr, sko. Það er þannig, sko. Já, það er þannig. Ég elska það og snerting og svona, hún læknar. Já. Og já, komdu með eitthvað, ég var að tala um konunnar hérna. Já. Að þú varst í Skallagrím. Já. Í Borgarnesi og ég fættist nú þar, ég harpa að gefa lífinu lithúsinu hana og bjóða þarna eitthvað. Já, fættist í því húsi. Hjarðarholti. Já. Já. En ég minna, ég elska Borgarnes. Og þú stofnaðir, segðu mig söguna því hvernig þú fórst að því að gera okkur konum greiða þarna. Það var nú kannski ekki persónulega, en við vorum þetta var ótrúlega skemmtilegt. Það var ég var alltaf 3 stelpur og þær voru að byrja að æfa körfubolta í Borgarnesi og það voru eiginlega engar stelpur að æfa körfubolta í Borgarnesi. Það voru eitthvað 6 stelpur að æfa bara og stelpa mín segir þessi elsta, heyrðu við erum ekkert að keyra á leik og fórum okkar Skallagrímsleiki og hún segir, pabbi, akkur er ekkert konulið hérna í Borgarnesi? Og ég segi, já, ég veit það ekki, við myndum vilja hafa konulið hérna. Já, ég fer ekki að spila með einhverju kallalið þegar ég var stór. Ég segi, já, ok. Og svo er svo var ég staddur á einhverjum körfuboltaleik og það er einn maður sem
ég vissi að þetta 3 dætur sem alla voru í körfubolta og 2 þeirra voru þá að spila hérna í bænum. Nei, einu þeirra var reyndar að spila úti, hún var að spila eitthvað í Svíþjóð, Sigrún Ámundadóttir og hérna landsliðskona og einu var að spila hérna í bænum og svo átti hann eina yngri sem var svona í körfu frá og ég segi, heyrðu, ef við ekki bara búa til kvennalið þarna í Borgarnesi, ef við ekki búa til meistaraflokk og hafa gaman að þessu og virkja þetta og svo ég þekkti hann ekki þannig þennan mann sko, hann heitir Ámundi Sigursson og við hérna Nú. þekkirðu hann? Nei, Nei. ég bara, jú, örglega, sko, ég bara, ég þekki alla, ég man bara ekki alltaf hver hvað. Og við förum svona í þetta verkefni að reyna að starta þessu kvenna, fengum frábært fólk með okkur hérna og störtuðum þessari kvennadeild. Og hérna, og nú er hérna, og nú eru, ég held að þessi 2-falt fleiri eða þú veist, ég man ekki, nei, það eru jafn margar stelpur að æfa held ég á Skallagrím eins og strákar og þetta lið varð, hérna, kvennaliðið þarna varð bikarmeistari fyrir 2 árum. Vá. Þú veist, þetta var ótrúlega gaman, en það er svona aðeins núna, það er að koma yngri stelpunar inn og þú veist, þannig að það er aðeins að hérna, það er ekki sama orkan yfir meistaraflokksliðinu núna, en það eru miklu fleiri yngri stelpur að æfa og þú veist, og þetta var alveg ótrúlega skemmtilegt og ótrúlega gefandi að taka þátt í þessu, en alveg ótrúlega mikil vinna, það er hérna, þú veist, að vera í svona stjórn einhvers íþróttafélags er alveg endalaus sjálfboðavinna. Já. Maður var allar helgar eitthvað, þú veist, það var verið að selja egg og brjóta hús og mála eitthvað staðar upp í eitthvað skilur fyrir til þess að safna, en það er líka svo gefandi sko, og þetta er, ég held sko, þú veist, stelpurnar mínar 2 eru núna að æfa körfu og hérna, og eru, þó ég sé sjálfur frá, frekar efnilega sko, og eru hérna, þú veist, og ég held að þetta hefur verið, þetta var svona okkar sko, þú veist, það er að geta tekið þátt í þessu og ég held að það er svo gefandi og maður sér þetta allt í kringu landi fólk, allir þessi sjálfboðaliða sem er að halda allir þessari íþróttarhreyfingu uppi, þetta er, þú veist, þetta er ótrúlega að horfa orkun í þessu sko. Já. Og bara, þú veist, hvernig einn tekur við af öðrum, skilur þú fylgir ferði í eitthvað stjórn, eitthvað ungmennaráðs eða eitthvað skilur í, eða hérna yngri flokkaráðs í eitthvað íþróttafélag þegar barnið þetta er að æfa, svo tekur annað við keflinu og hvernig þessi íþróttarhreyfing öll lifir og hrærist með bara sjálfboðalega starfinu sem heldur því uppi. Allt Ég þetta elska fólk. þess að krakka á þessu úlinga. Þetta er alveg yndislegt. Og þú veist hvað maður tengist þeim að því ég út alltaf á fótboltaleikjum og í öllum mögulegu svona. Og bara þetta, og maður sér þau vaxa á grasi hafa komið hérna. Hér voru alltaf, hér voru alltaf öll fótboltapartí. Öll, sko. Og svona og bara, og hér og allir krakkarnir uppi og svona og þetta er svo gaman að því að þegar maður er í ykkur svona þá er svo gaman að kynnast þessu krökkum. Og alveg, og hinum foreldrunum og þetta þristist allt sko. Mér finnst þetta að vera bara það skemmtilegast sem ég geri, það er að fara á íþróttamót og hérna með krökkunum og þú veist, sofa í skólastofum og Nei, mér finnst það ekki. Er það ekki? Nei. Mér fannst það gaman sko. Það er samt svona pappa sko. Við papparnir förum eftir við það sko. Já. Það allavega mín reynsla þegar það hefur verið skólastofu gistingur að það er rosalega hátt hlutfall pappa sem eru tilbúinir að sofa á dýnunum. Af því að við rumskum aldrei okkur í sama hvar við sofum og þú veist, þetta er hérna og úlingalandsmót og allt þetta sem þetta er alveg. Ég var svo oft þarna á fótboltamótunum í Borgarnesi. Það var svo ótrúlega vel uppsett og skemmtilegt. Og þetta sko, að horfa á fótboltaleika er eins og lífið og ég vildi að lífið væri bara svolítið eins og við myndum vinna eins og fótboltalið en þá þurfum við náttúrulega getum við ekki haldið með öllum en Nei, það verður alltaf eitthvað að tapa Já, en það er bara maður á ekki að fara í næsta leik með taphugsunna, stroka yfir það núna er ég orðin eins og þjálfari stroka yfir það og muna eftir því þegar maður vann og fara inn í þá orku En það er líka það sem krakkarnir læra af íþróttunum þau læra að þú veist ef þú tapar, þá þarf það að læra að standa upp og halda áfram og hugsa að það kemur dagur eftir þennan dag og leikur eftir þennan leik. Það er bara svo í lífinu, skilur. Já. Þetta er svo gefandi fyrir krakka, sko. Já. Alveg bara, þú veist, og læra að vinna með öðrum, gera sér grein fyrir því að þú ert að vinna sem heild og allt þetta sem að skiptir svo miklu máli í lífinu sjálfu. Það er bara... Hvernig finnst þið með þessa gargandi, hérna því ég er svo, sem að eru garga fótboltaleikjum, sko, Ég garga alltaf á körfuboltaleikjum. Ég garga, en og ég var einu sinni, dómar ekkert alltaf mjög sáttið við mig svona. Dómararnir eru til þess að við áhorfendurnir getum fengið útrás. Já, svo hitt Þú voru að klippa þetta út? Nei, þetta er bara svona.
En veistu það Þeir að koma stundum til maður setti leik og segja rosalega gargaður mikið núna og ég segi Já. já, þetta bara svo gefandi. Ég Maður bara get maður ekki sefur sleppt svo því. vel eftir þegar maður er búin Já. að öskra á leik. Já, ég öskra stundum hérna á svölunum sko, þetta er hérna við liðina, Já, það heyrist í mér alla leið. En ég, svo voru dómarar, ég var að skemmta einhver staðar, einhverju kvenfélagi hérna og þeir voru með rétturinn, það er eitthvað svona matvælafyrirtæki já, og þeir benda svona á mig, þessi er nú búin að gera mig gráhörðan í gegnum tíðin og benda á mig og ég bara, hvernig hvað? Og svo buðuðu mér í mat og ég hef skemmt fyrir það og svona og ég spurði, á hverju strákar eru þið dómarar? Þá sagði að dómarar, þeir fá á sig mikið svona skítkast eins og pólitíkusar, en þeir fá það beint, það er ekki beint í kommentakerfunum, þeir hafa ekki tíma til að mér lesa finnst að það er ekki svona neitt ljótt sagt, það er svona aðalega bara að vera skamma á, það er ekki eitthvað svífyringar á dómarna, maður er Nei, aldrei nei. tekið þátt í því, þetta er svona bara hiti, dæmdeins, báðu megin og eitthvað svona. Sko. Já, þetta er bara það sem þarf að gera vegna þess að þeir sögðu og þeir stofna yfirleitt lítil fyrirtæki, þeir verða sterkar og sterkari, svo ég er nú að spá í línuvörði núna, en ég segi stundu svona, hvað, ertu blindu dómari, samt sé ég ekkert hvað hann var að gera, en ég segi það bara svona til að distrakta, Já. en ég sé ekkert hvað hann gerði, bara, þú veist, og að því að þetta er vist svona partraði alveg svo láta sér detta í fótboltaregg, Já. að það er líka eins og ég var að lesa bók Þetta er- sem heitir How to Play Live, þú verður að lesa hana, Já, að því þetta er vist svona, það er alveg rétt, sko. Nei, þetta er bara hérna, og þeir taka svo nú yfirleitt mjög létt, sko. já, Ég held það. ég elska dómara en Já, maður segir bara, hvað sástu þetta ekki dómari, hvað út af með, þú veist, Já, skilur, já, en þetta er ég svona. sé ekkert hvað var Nei, að nei, gerast nema nei, bara, þú veist, þetta, en ég vill ekkert náttúrulega vont. Horfa þeir svo ekki á þig og glotta svona, sko. Jó, gera þeir það eru nú að stundum. daðra við mig margir svona, sko, ég sé það alveg, sko, Það er ekkert öðruvísi. já, Nei, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Íþróttir, mér finnst það rosalega skemmtilegt. Mér finnst rosalega gaman að fara á íþróttaleiki. já. Og núna þegar ég ætla nú að flytja mig hérna til Reykjavíkur og er að ferja í frambá hér og ef það gengur allt eftir, Herðu, hvar býrðu aftur? ég bý núna í Borgarnesi Já. og ég er að flytja til Reykjavík og við erum semst ákveðin í því að við ætlum að hérna, Akkur, já, verður að búa þar út af... Nei, maður verður það ekki sko, Nei. en þú veist, mér finnst bara að vera, ef þú ert þingmaður einhver svæðis, að þá áttu að vera á því svæði og skilur, þú veist, mér finnst það bara persónulega, skilur, þú ert að vinna fyrir fólki á því svæði. Þetta er klukkutíma akstur. Já, það er alveg sama, Já. sko, þú veist, mér finnst ég þurfa að búa, en það er líka það að, hérna, ég meina, kona mín er á bænum, elsta stelpan er Hvaðan er konaðin hérna? hún er á Vesturbænum. Er nú Vesturbænum? Yep. Áfram Káir, við erum Áfram Káir, hún er Káir Káringur. og tökum lífið létt. Já. Ég elska Káir en Hún strákarnir mín hafa aldrei spilað þess og ég hef aldrei geta verið stuðningsmaður þeirra. Já. Nei, hún Já. er bara káringur og mamma og pappi búi í Vesturbænum og ammen og afi báðu megin byggu í Vesturbænum og Já. þú veist, þannig að Góð orka þar. já, það er flott orka í Vesturbænum sko. Og hérna, og það er hérna nú, elsta stelpan okkar er að klára núna 10. bekk, er að byrja í 10. bekk núna, þannig að hérna, hún fyrir örugglega í skóla í bæinn, þannig að við munum fylgja henni og svo langar mig til þess að geta verið aðeins nær hérna, mömmu og svona sko. Ó, Þannig að hérna, það er hérna, þú veist, þetta er hérna, þannig að þetta er svona eiginlega svona eðlilegt bara næsta skref sko. Þannig að hérna, þá þarf ég að velja mér klúbba til þess að halda með sko. Vegna þess að Já. ég verð að geta mætt á völlin og hérna og En er það ekki eitthvað fengið sem stelpurnar útrás og fara í? orku. Þá. Jú, ég Það elti er þær svoleiðis. náttúrulega, það við sjáum hvert þær fara Ég hef sko. alltaf gert það. Já, þá fer maður þangað. Já. Það er hérna, þú veist, já, og það er hérna að því að mér finnst svo gaman að fara á völlin Já. og sita með trommu og öskra Já, og já. þú veist, ég hef alltaf gert það sko. Já, ég með allan Og það er svo gaman þú ert ráðherra og ferð á Já. völlin og öskrar, vegna þess að þá öskra allir hinir að því að þeir kunni ekki annað fyrst að helvítis ráðherran Já, mér finnst það frábært að hafa helvítis ráðherran með Já, okkur. Ha. það finnst mér hérna, þú veist að því að hérna, svo, já, og virkjaði stráka þarna upp frá, við vorum hérna á bikarúrslitaleiknum byggum við til alveg svaka trommulið ég og 12 ára strákar Ó, sem þetta er eru svo þarna. gaman. Þetta er svo skemmtilegt, sko. Þetta er skemmtilegt, sko. Já. Og við eigum líka bara að hugsa svona, ég meina, þú veist, það er engin sem ég segja bara, já, ráðherran bara á trommunum og eitthvað svona, þú veist, en það er engin munur okkur öllum, sko, skilur Alls ekki, einn nei. daginn verð ég hættur þessu og einhver annar tekur við og skilur þetta er ekkert, þú veist, Já. mér finnst ég aldrei vera ráðherra, sko. Mér Nei. finnst ég bara, ég fer heim og fer úr þessum jakka og fer bara í náttbuxurnar mínar og fer í krokkskóna og stuttbuxur og labba í sund. Rock skóna.
Já, og Ertu labba að í meina sund. þetta Og ekki sauðskynskó hérna í sveitinni? Nei, og Nei, Borgarnes er ekki sveit fyrirgefið allir. og við röltum bara niður í sundlega, skilur. Mér Já. líður, þú veist, þetta er ekki, Ertu í alvörun í krokkskóm? Ég bara verð Já. er það? já, Sverðu? ég get sýnt þér mynd af því. Jésús minn, þú verður að, ég ætla að hafa það með í Meira að podcastinu. segja, hérna, ég var að byrta mér eitthvað myndir daginn og vídeo á, hérna, Instagram Mhm. og hérna, og ég var að hjálpa tengdapabba eitthvað að hann var að taka úr netum eitthvað þarna sem hann er í bústanum, eitthvað 2-3 fiskar í eitthvað neti hjá honum. Hvað á að það? Langt á Það er í það? Haugadalsvatni. Já. Hann á hérna bústað þar og hérna, og hérna, Já, já. og byrta mér mynd þarna og þá kommentar einn undir bara í krokkskónum, þannig að ég skal sýna þér það vídeo eftir. Það var ekki mjög gáfulegt reyndar. Maður á ekki að vera á gáfulegu, segi ég. Nei, maður á nefnilega ekki að vera á gáfulegt. Nei, og maður á ekki að vita allt. Lífið er svo leiðilegt ef við erum að taka okkur á alvarlega. Já, sko. og Það Óskar Væld sagði það að vera leiðilegur er eina dauðasyndin og Það ég er með þetta. Ég er algjörlega sammála. Já, Það er hérna, og við gerum of lítið af því að vera bara við sjálf, sko. Vegna þess að við erum alltaf einhvern veginn að setja okkur í eitthvað, þú veist. Ég meina, ég er að gera, ég þarf auðvitað að gera þetta upp á ákveðnu marki, sko, skilur, en við eigum að þora að vera bara við mér finnst þú bara svo töff föt hjá það- þig, sko, eins og ég var að spyrja hvað þú fékkst buxurnar og svona. Já, Býtu, þú ert í Adidas, við erum ekki að auglýsa það, en við erum ekki að lýsa það nú. en ég elska alveg Adidas, Já, en ég er í brúkskóm, þú ekki ert nú í- núna, ekki þessir núna. eru alveg Já, geggjaðir, sko. þetta er vírað. En ég er farin að labba, sko, að því ég hef aldrei verið á sléttbotna fyrir núna undarfarið. Ok, Og sonur minn, hann vinnur sem sagt, með brúks og gammi þá og þeir láta mig labba pínu. það er þannig. Já, ég lúta bíl og niður á völlin hérna við hliðina Já, og sko að vera í góðum skóm, sko. Það er algjörlega. Já. Það er svo Oprah Winfrey sagði að það er ekkert neitt bíl á milli okkar nema hún er kannski aðeins betri í skóm. Já, þetta er svona. Já, Það er nefnilega ekkert og það á ekki að vera Ekki það, neitt. sko. Það er hérna, já, það finnst mér að við sem samfélag þurfum að passa að við erum og við eigum að vera og maður er hræddur við það þegar maður Já. sér, þú veist, umræður peninga og auð og þetta, að við séum einhvern veginn, þú veist, og við megum aldrei verða 2 samfélög í samfélaginu eða 3, sko. alls ekki. Þú veist, það er engin munur á einum eða neinum. Og til Núll. þess- 0, sko. Og þú getur átt svo mikla peninga, þá finnst þér pulsan ekki eins góð Já, og já. þegar þú áttir engan, Já, já. þannig, svo það er bara allt öðruvísi sem þú snýrðir, þú þarft bara vist og svo hafa gaman og gera vitleysu, segi ég, Það því er þú bara manst þannig. meir eftir þeim. Það er það sem að mun rifja upp, sko. Já, að því að þegar að allt er svona kassalagð og fullkomið, hvað ætlar að segja? Ég var í Harvard, ég fikk 10 þarna, þannig er já. enginn að hlusta á þig. Við höfum nefnilega að vera bara mannleg. Já, Það er bara, og þóra því. já, að lifa er að þóra og ég hef reynt að ryðja brautina Já. með að vera með einsmikla, með kött á haustnum og svona. Já. Og ýmislegt og kallar hafa síður ráðið mig inn í fyrirtækina því ég er með fyrirlestur og að skrifa bækur er og það? svona. Já. Fyrir núna, allt í einu, að það er fordama, dæma fyrirfram Já. og heldur kannski ég hefði ekki til málan að leggja því ég var með hest á hausnum og ég gengi með nærbuxur á hausnum bara svona flottar og bara Bara til svona þess að flottar blúndunarbúksur. Já, blúndu nærbuxur svo ég neykt mig að því mér finnst þetta svo fyndið og þá hefur fólk sér það og guð og mér finnst það svo gaman aðeins að hrista, aðeins að pota í fólk. En hvað er það þegar þú ert ráðin inn í fyrirtæki? Ertu þá að koma í eitthvað svona í Já. hádeginu eða eitthvað? Já. Ég er að svona hressa við starfsmennina Já. og svona kynna það til dæmis ef að vinnan gerir ekki mann hamingi saman, þá verður maður kannski að reyna að gera hana hamingi saman Já, eða gera hana í þólikidór, reyna. En að því að ég vil bara hressa við fólk og ég mér finnst alltaf gaman að þú ert sportryggi og ég naut að því það sá ég og fættur 28. 29. Já, og Þórólu 28. Já, sóttvarnalæknir daginn og undan mér. Já, það er þannig. Já, og það er svona magnað, núna er ekki samingi farið út á örhugsunni, það er komið í annað hús. Já, ég bara svona, það er svona hvað ég tengi vel við þig, að því þú ert á svo miklu flugi og þú myndir alveg mæta í doppóttu með trommukjöðan og ég elska þetta. Þú veist, ef ég fer eitthvað staðar, þú veist, ég dýrka svona föt sem eru aðeins öðruvísi, sko. Það er bara, þú veist, það á að vera. Ég á jakkaföt úr, sko, einhverju grænu silki sem ég keypti í Víetnam, sem er svona,
það hérna að þú veist stórfurðulega stuttbuxur og ból og alveg þetta bara Ég elska þetta. sko. Ég sé fólk langa leiðir sem að svona svolítið þorir þessu og Já, mér finnst það ætti að vera svona, þið ættið að vera líka svona, já, að því ég held sko að við elskum aðeins svona litríki já, og kynnast fólkinu og geta svona gert fimmuna, það þannig. já, og að því að vera, eins og þú veist að segja, vera með okkur. Þetta þannig sko Já. og vera ekkert að hugsa einhvern veginn hvað allir aðrir að hugsa og gera sko. Nei, ég segi að við þurfum að útiloka oft hugsanir, Já. af því það eru eina sem drepa okkur. Það bara, Það eru hugsanir. auðvitað þurfum við að hugsa og passa okkur á skilur eitthvað svona, en við þurfum að leyfa okkur að þora að vera við sjálf sko. Útiloka þar hugsanir sem taka þig niður, Já. af því þú hefur ekki styrkinn til að takast á við þær, Nei. ef þær eru að taka þig niður, til Já. þess að koma þér Já, í powerið, því eða orkuna, ég hef ekki nógu gott orðið við power, nei, kraftur, af hverju Já. getum við ekki haft meira og betra orð? sko, hugsanirna geta dregið úr kraftinum til þess að fara þangað sem þú vilt fara sko. Já, það gera Þú það. veist, þær gera það, en þú þarft auðvitað að hafa hugsanir sko, en mér finnst sko, Já, þú veist, að sjálfsögðu. það að leyfa sér að elta sjálfan sig sko. Mm. það er svo fallegt sko, vegna þess að þá færður raunverulega það að þið líður vel, Mhm. en það getur bara vel kosta það að þú sést að gera eitthvað allt annað heldur en að þú hélst að þú myndir vilja gera eða allir aðrir í kringu þig vilja að þú gerir sko. Mhm. Og þetta hef ég verið að læra sko. Þú veist, þess vegna er ég mjög, þú veist, einhverju sögðu það að fara í framboð í Reykjavík væri bara algjörlega galið vegna þess að þú veist, flokkurinn minn hefði ekki fengið mann í þessu Reykjavíkurkjördæmi norður síðan 2013 og þetta væri bara, ég sagði, herðu, það gerir bara ekki til. Mér langar bara að hugsa þessi mál sem ég er að vinna. Ég veit að mér líður vel og bara ef þetta fer illa þá fer það aldrei neitt illa sko. Nei, aldrei nokkuð Það bara fer sko. maður og eldir eitthvað annað í eitthvað aðra átt. Lífið er bara þannig sko. Já, en þú ert búin að líka koma svo mörg í framkvæmd að því mér finnst því miður pólitíkusar ekki gera það nóg og þú ert búin að sanna fyrir mér að þetta er hægt með fólkinu, að taka fólki með þér og við vorum að tala saman, ég og Dexo sem er að taka myndirnar hérna, að hann áðan og hann hefði viljað að það væri bara kosið fólk eða bara einn og svona og að því þetta fólk þarf aðeins að hugsa út fyrir kassan, fólk er kannski alveg sem með fótboltan og hliðholt kannski einhverjum flokki og það er bara flokkurinn í staðin fyrir að skoða, já þessi er í framsóknarflokknum. Þú veist, fólk þarf að skoða það að því að ég hafði ekkert hugmynd í hvaða flokki þú værir og ég bara var svo skotin í þér spá ég ætlaði þig og að því ég er líka með blóðþrýstingsmælir eins og tengdamamma þín já og hérna já, ég er að segja það sem ég var að segja Nei, ég held að nei og það er auðvitað þannig, ég meina við erum þú veist, Hvað finnst þér það samt? Þú getur kannski ekkert sagt Ég held að sko, þú veist, þú vinnur ég veit það ekki, sko það væri óbúslega fallegt að geta kosið fólk en ekki flokka. Já, það væri fallegt. Það gert einhvers staðar? Já, einhverju leyti í einhverju löndum ertu að kjósa flokka og velja fólkið leið á listan eða eitthvað svona en þú veist, leið er það alltaf þannig að þú þarft alltaf að mynda einhvern meiri, skilurðu, þú veist, við erum alltaf þú myndar eitthvað meiri hlut á þingi til þess að koma málum áfram og svona. Þú þarft, ég held að þú þarft alltaf einhvað utanumhald sem er flokkar, en svo má ekki gleyma því líka, flokkarnir breytast bara svo alveg svo, skilurðu, þú veist. Vindurinn. Já, alveg, flokkarnir eru bara fólkið sem er í þeim. Sko. Já. Þú veist, ég get alveg sagt þér það að framsóknarflokkurinn til dæmis, að því það er flokkurinn sem ég tilheyri og er í, hann hefur alveg breyst og skilur, þú veist, hann er alltaf að breytast, ég menn þetta er 100 ára gamall flokkur, sko. Já. Þú veist, flokkurinn í dag er, held ég aðeins öðruvís en hann var kannski fyrir 10 árum. Já, þú veist, það bara breytist, ég menna, við erum að fá fólk í framboð núna sem að er að koma til liðs við okkur og segja, heyrðu, það er bara eitthvað ný orka þarna og þú veist, við erum að fá manneskja svo, veistu hvað Brynja Dan er. Man það ekki? Nei, hún er rekur ekstra loppin í Smáralind. Já, auðvitað veit ég hver hún er að því að Nei, ég hef mér finnst bara fínt að hann er að taka smá trommusóló. Já, mér finnst það leið.
Já, Hú! en allavega þú veist, þannig að ég Já. held sko, þetta er alltaf að breytast og allavega í mínu tilfelli með að vera ekki inn í Reykjavík norður, þá er þetta nú eiginlega svona eins og persónukjör vegna þess að Já. þú veist, ef ég fæ Ég er að segja ef ég fæ það. atkvæði, þá er ég bara, mér langar bara að komast inn þar og þannig að þú veist, á þess að ég ætla að nota þetta podcast og þá hveti ég alla til þess að kjósa mig. Að sjálfsögðu og ég hvet alla til að kjósa það Það er, að því þú fylgir samfæringunni þín og ætlar að hafa gaman og skemmtilegt. En ég ætlaði nú að reyna að fara, sko ég frétti, sko ég ætlaði að vera að spá ég fara inn í framboð já, að því ég frétti að væri fríar tannlækningar á þingi, er það? Ég ætlaði bara að vera með það eina mál, sko við vantar. guð, ekki hef ég orðið var við það. Er það ekki? Ég heyrði þetta í útvarpinu. Það væri fríar tannlækningar fyrir þing. Já, Þá ættum maður kannski að fara til tannlæknis. ég segi það, þú þarf þessu náttúrulega ekki. Nei, Við erum ábyggilega skild, ég sé að þú ert með svona vígtennur eins og krakkarnir mínir. Er það ekki? Jú, þau fættist fyrst með vígtennuna. Já. Þú veist, þú veist, sterkar tennur hér og svo leið, sko, og ég held að... Svo er ég með 2 barnatennur sem eru ekki farnar. Ó, Það kom ekki fullorðstennur. barnamálaráðurinn með barnatennur, vist að gegja. Þannig að ég veit samt ekki almennilega hvaða tennur það eru, en ég veit að ég er með 2 barnatennur þar sem kom engar fullorðstennur. Mér finnst það frá. Þetta var svona, Og svo það var ertu líka með leyndarmálið í þættinum. endajaxl. já, ég hef Þú aldrei ert í jaxl? það var aldrei verið teknir endajaxlar. Nei. Er búið að taka það úr þér? Ég bara, þú veist, það er búið að taka ímislegt, sko. Já, Já, ég hef ekki tölu hvað er eftir, sko, en ég Nei. er svona að fara í þetta. En bara, ég vona að við hittumst bara oftar. sömuleiðis. Og hérna, En það er ekki spá fyrir mér. Jú, að þú veist, skilur, þú ert fættu 2009 og njóta Já. talnarsbyggi. Ég er búin að vera spenntur að horfa á þessi spil hérna allan tíman. Já, hér eru spil, sko. Þetta er abracadabra, það sem þýðir það verður það sem þú vilt. Það er þannig. Manstu þess að þegar andinn kom út úr flöskunni, þú veist, Já. abracadabra. En það er erfitt að segja þetta. Getur sagt það? Það er svo skrítið, ég var í mörg ára að ná þessu. Abracadabra. Var Var það ekki? Hann náði Það er þessu. ekki sagt þetta sem var barn. Abracadabra. Abracadabra. Það var að galdra eitthvað. Er það að æfa einhverju íþrótt fyrir utan að vera svett? Nei, ekki mikið. Nei. Og ég dreg eitt spil. Mhm. Hérna. Gengur aldrei í bleiku. Ég held að færi þér, sko. Ég átti bleikar joggingbuxur Mm. og hérna þegar ég kynntist konunni minni og hún segir stundum að ég hafi mjög sérstakar fatasmekk og sérstaklega Já. því ég sé ekki í vinnunni. Ég sagði, heyrðu, þú fjælst fyrir þessum bleiku buxum sem ég var í. Það er Amen. bara, hérna, mér finnst bleikur mjög skemmtilega lit. Já, ég held að færi þér nefnilega. Gerðu það sem þig langar, þá færðu það sem þú vilt. Ég myndi nú halda að þetta, þú veist, hafi verið þannig að bara með hvað vorum að tala um, Já, að það séu öll spilin með þessu. nei. Gerðu það sem þig langar, þá færðu það sem þú vilt. Já. Þau eru náttúrulega bara 100 spil sem eru með allavega setningum, því setningar hafa komið mér áfram í lífinu. Ein setning sem ég bitið í mig. Nákvæmlega. Manst þú eftir til dæmis einhverju setningu eða einhverju persónu sem að hefur svona breytt svolítið kraftinu þínum? Eða hvað heldur Já, það eru, hérna, er þá að meina þegar ég var barn eða núna í seinni tíð Eða hvað býtur í þig? Já, þegar þú varst að alast upp að þá kynntustu náttúrulega fullt af fólki Já, og kannski ungur og svona. Er eitthvað sérstætt sem að svona hefur, að því það er ofta bara ein setning sem einhver sagði? ekki Eða- kannski eða- einn setning, ég Nei. man eftir einum manni sem að hérna, og þetta er svolítið merkild vegna þess að hann var ekki einhvern veginn rosalega mikið inn í mínu lífi. Það er kennari sem að var í grunnskólanum mínum í Búðardal og hérna þegar ég flutti heim frá Noregi, ákvað að flytja frá mömmu, hafði búið með henni þá alltaf, til pappa í sveitina. Þá var kennari sem var að kenna í Búðardalsskóla og hérna var að kenna þá náttúrufræði og hérna hafði þekkt móður mína frá því hún bjó þarna líka og hann var kominn á eftirlaun, hétt Bjössi og kallaði Bjössi kennari og ég man eftir því hvað hann í rauninni spjall við hann lífið og tilveruna gerði hérna, þú veist, hvað það hjálpaði mér einhvern veginn í að, þú veist, ég man eftir því, sko, hvað það hjálpaði mér í að, Já. hérna, þú veist, að því að hann kenndi okkur náttúrufræði en hann var í rauninni svona lífsleikni kennari. Hann var að kenna þér bara á lífið. Hann var að kenna mann á lífið og tilfinningarnar Já. og glíma við erfileika og svona skiluru og
fór svo vel að því líka, skilur, ég hef oft hugsað hann, Já. blessaðan mannin, hann er nú látinn núna, Já, en hann er bara í sumarlandinu. hann er í Sumarlandinu, ég man Já. eftir því, sko. Það er hérna, og ég man alveg opaslega vel og ég hugsa oft hann Bjössa, Já. sko. Það er nefnilega svo mikið hægt að móta pínlítið hjá okkur þegar við erum ung. Já, það Já. er þannig að en síðan í hérna og á kannski vel við þessa setningu hérna að hérna gerðu það sem þið langar þá færðu það sem þú vilt er hérna ég ákvað það og hef sagt það í hérna hef stundum kvóta til þess að þegar ég varð ráðherra og ákvað að biðja að fá að verða barnamálaráðherra og bað forsætisráðherra og minn formal og öllum fannst það hálf furðulegt og skrítið að vera leggja áherslu á þetta þá var eitt kvót sem að hjálpaði mér sko og það er og það er rosaleg fyrirmynd hjá mér í öllu sem við þurfum að gera og í pólitíkinni þó að það sé mjög langt síðan að sú kona hérna var að það er hún Eleanor Roosevelt sem var forsetafrú Bandaríkjanna Jú. og hún sagði do what you feel in your heart to be right because you will be criticized anyway gerðu það sem að þú veist að í hjarta þín er rétt að því að þú verður alltaf gaggríndur alveg saman hvað þú gerir sko, Já. og þetta finnst mér vera þú veist, og þetta á að vera leiðarljósið okkar í öllu sem við gerum, af því að við erum alltaf að taka ákvarðanir og við erum alltaf að hugsa þegar við tökum ákvarðanir hvað allir hinir munu segja við ákvarðuninni sem við erum að taka en það eru bara við sem getum tekið hérna raunverulega ákvörðun hvað er rétt í hjarta okkar og það verða alltaf einhverju sem gagnrýna það. Mér finnst þetta Mér finnst dásamlegt þetta- skilaboð, ég tek þetta til mín Og þetta eru einhvern veginn svona, þú veist, þetta er það sem að ég hef bara sagt mér aftur og aftur. Og þegar að, þú veist, eitthvað er bara í þessu, að þá bara, gerðu þetta. Og maður þarf að minna sig á þetta, vegna þess að ég finn það með sjálfa mig. Að þú bara í öllu stressinu og amstrinu og öllu sem við erum í, að þá gleymur þessu. Og þú þarft að kjarna þig og hugsa, hvert er ég að fara? Eða hvaðan er ég að koma? Hvar er ég? Og hvert vil ég fara? Bara skilur þú veist. Og það þurfum við öll að gera Já. alltaf reglulega sko. Já, og þá þarf að hafa þetta, hvert vil hjarta fara hvert vil ég raunverulega fara og það er áskorun og það er ferðalag lífsins sko. Þetta voru bara dásamlega lokaorð með hana Eleanor Roosevelt Yndisleg kona, frábær Já, og ég elska svona, þetta kalla ég fyrirmyndi ég er alltaf að spá í eitthvað svona og það var svo dásamlegt að fá þig og ég bara, þú hefur snert hjarta mitt og hérna og ég fór nú bara táraðist ég fyrir að tárast í hugstuð það sko því að, já bara og verður svo velkomin að hjálpa okkur Íslendingum og ég sem ætla aldrei að tala um pólitík þannig, ekki þessu þætti þannig en ég bara skora á fólk að kjósa þig í Framsókn því að bara ég segi að þú ert málið og takk fyrir mig Takk fyrir. handaband Takk fyrir að bjóða mér í þáttu takk elskan mín og þá er þetta bara búið svoleiðis er lífið